Komið þið sæl og verið velkomin á jólasýninguna okkar í Laugarnesskóla 2020. Ég heiti Olgeir Odri og ég er kynnirinn ykkar í dag. Jólasýningin verður aðeins öðruvísi eins og flest annað að þessu blessaða ári. Að þessu sinni verður sýningunni strengt eða livestreamað á YouTube fyrir ykkur sem heima sitjið. Fyrst á dagskrá er 1. og 2. bekkur með hefðbundna jólaguðspjall sem kemur okkur öllum í notalegt jólaskap. Gjörið svo vel. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi allir heimsbyggðar. Þetta var fyrsta skrásetningin sem gerð var þá Kýrenius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Fóru þá einnig Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs. Hann fór til að láta skrásetja sig ásamt Maríu eiginkonu sinni sem var þunguð, en meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi vera léttari. Jósef, hvert er að koma? Þú skal finna eitthvað hótel gista. Hvaða daginn getur fákulust tapastundum gista á þér? Nú miður, það er ekki laust pláss en þið getið kannski sofið þar með fjölskyldunni. Maja, takk að geta gist í báðusinu. Allt í lagi. Fæddi hún þá son sem frungi en vafði hann reiðum og lagði hann í jötuna. Jóla
byggð voru og í sömu svipa var með einum fjölda himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Heill sé Guði upphæðum og friður á jörðu í heldómum Guðs yfir mönnunum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim, sögðu hirðarnir sín á milli: Höfum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngert oss. Og þeir fóru með skyndu og fundu Maríu, Jósef og ungbarnið sem lá í jörðu. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. Á sama tíma höfðu vitungar frá fjarlægu landi séð nýja stjörnu á himnum. Þeir vissu að þessi stjarna táknaði að nýr konungur væri fæddur. Þarna stjarna svo skær, við skulum fylgja henni og finna konunginn sem fæddur er. Þegar þeir gengu inn sáu litla barnið í jötunni. Þeir fundu stjörnuna og loks sáu þeir hana staðnæmast yfir fjárhúsinu. Þeir gengu inn og sáu litla barnið í jötunni. Þeir gáfu barninu gjafir, gull, reykelsi og myrru. Þakki ykkur öllum kærlega fyrir. Lofgjörð Drottins
Næst á svið koma 3. og 4. bekkur með frumsami leikrit sem heitir Lalli gamli. Það fjallar Lalla gamla sem týndi jólagleðin, en spurningin hvort hann finni hann aftur. Sjáum hvernig þetta fer. Góða skemmtun. Sama og venjulega fyrir jólin. Já, auðvitað. Hvað eru mörg þessi jól? Við verðum 8 eins og fyrra. Golf og Stebbi kom með krakkana. Frábært það að halda þeirri leik. Nei. Hann Lalli gamli verður nú ekki einn þessi jól frekar nunnu. Ég kem og sæki kræsingarnar hjá þér á mánudaginn. Frábært samstæðar. Vertu blessuð.
Gleðileg jól öll sömul! Stein og perlur, sveigum dóminn, sendi
Þetta var fyrsta lagið á tónlistarnum í dag, en það heitir Ef ég nenni með Helga Björns. En næst á svið koma 5. og 6. bekkur með leikritið Jólasveinar í atvinnuleit. Jólasveinarnir eru leiðir á frekum og vanþakklátum krakka orðum og fá þá flugu í höfuðið að skipta starfsvettvang. En eins og þeir komast að, þá grasið ekki alltaf grænna hinum megin við lækinn. Gjörðu svo vel. Jæja, drengir mínir. Hvaða lit er þetta eiginlega? Þegar ég ætti mánuð til jóla og ennið er langt í land með að undirbúa alla jólagjafirnar. Ó, pabbi, ég bara nenni þessu fram ekki lengur. Ég held Og ekki ég! Þú nátt ekki verið stóra stúr, en það fer þér ekki. Þetta er nú ekki spurning að nenna, strákar. Við verðum að sinna okkar skiptum. Hugsið ykkur öll börnin og hvað þau verða að leiða ef við komum ekki til þeirra daga fyrir jól. Þessir krakkar verða nú bara ofdegraðari. Já, ofdegraðari með hverju árinu sem líður. Allir meginn vera klásíma og pistachio-tölvur kunna bara ekki gott að meta lengur. Nei, hvaða bræður, látið ekki svona. Já, þetta er alveg rétt hjá Kidkrókur. Ég bara fengi mig fullsattan að þessu. Og það er ekki á hverjum degi sem skýrgámaður er sattur. Verkfall! Já! Verkfall! Hvað er ósköpunum ætti þið svona að gera við ykkur? Við getum fengið okkur vinnu. Þið í vinnu? Ha! Já, þetta er mjög gaman að sjá. Já, það skulum þú bara fá að sjá, gamli. Ég er farin. Ég set í dagskrá að vera að leita eftir vörum kjötinu að vera upp í hellubúi til þess að létta undir fyrir jólaháttíðina. Ég kem með bjúknarkrakkin. Ég er nú okkar bræðra færastu þegar kemur að kjöti. Þú ert það, já, Kidkrókur. Það er eitthvað annað í blaðinu strækastöðu. Vilt ekki eftir sagt til það pottaskið, en ég sé bara ekki glóru. Hljóta ekki að lána mér og gleru þín. Ég er til dæmis að vera að leita eftir uppvöskum og leikubakka og gera þar með jólaborðin. Það er fullkomið fyrir mig að fá borga fyrir að sleikja þvörur ef að ræða það eitthvað. Pottaskið og askasleiki komið þið með? Ekki spurning. Klár! Strákar, ykkur er ekki alvara, en það? Við getum ekki bara... Og sjáðu bara hér! Mjólkursamsalan auglýsir eftir 2 starfsmönnum til starfa. Verið er að búa til nýtt jólaskip. Og er verið að leita til sérfræðingum. Sérfræðingum? Það var enginn hæfari starfi en ég. Giljagur, þú ert mjólkurfræðingur, er það ekki? Ég fór nú reyndar aldrei í skóla. Skólabóla, það er lífsreynsla sem gildir, maður minn. Þú hefur verið með höfuð ofan í mjólkurfötum en hægt er að telja á fingrum og tánum okkar allra. Við höfum verið í mjólkurbransanum í hundruðir. Já, þú meinar. Ég kem með. Já, komdu þá mjólkurþambaninn þinn, skerið þér ekki eftir neinum. Og síðan er bílaverkstæður auðvitað auðvitað eftir góðum bílaverkjum. Kannski ég djöfni það. Ó, elsku hjarta stubbastúrun minn. Er þú nú ekki hægt að orða máli þessum bílum? Þú er svo lítið að þið sjá þig ekki eins og Ó, pabbi, hætt að kalla mig stubbastúfið þinn. Og ég er ekkert svo lítill, því ég get allt sem þið hinir gerir. En hvað er þetta? Auðvitað getur þú ímyndið stúrverðin. Passaðu bara að fá þér ekki vinna í matvöruverslun. Af hverju? Því vöruverðar eru svo hátt. En öllu gríni sleppt, þá vantar þeim á rauðalega starfskraf. Það er nóttarlega jólasveina þarna á verkstæðinu. Kertasníkir, við ættum að falla vel inn í hópinn. Svo sé ég hér að Alma bakar að leita eftir afgreiðslumann í Bakkari á Hellu. Gáttaþýður, þú þangað. En hvað með okkur gluggagægir? Ég heldur bara áfram því sem ég er búinn að vera að gera. Ég er búinn að vera vinsæll YouTuber í hartnær 2 ár. Og hvað gera svona YouTuberar? Ýmislegt. Ég spila aðeins tölvuleiki og segi hvað það sem ég gerir í leiðinni. Og nennar einhver að horfa á það?
Já, ertu líkaður? Ég er alveg fyrir að elska með þessu stundina. Að elta þig? Þú veist að ekki má finna hellur okkar. Mamma verður brjáluð. Og ekki þannig, stúkur mín. Það fyrir maður samskræði bara ásyninguna. Þetta er stór. Hætti að segja þetta. Ég er orðin stór. Ég er 1080 ára gamall karl. Þó svo ég sé ekki jafn hávaxin og þið hinir, þá get ég gert allt. Sjáið til. Þið verður sjá þeim á forsjörindaginn.
Já, þetta voru 5. og 7. bekkur og næst á svið koma nemendur í 7. bekk með leikritið Sagan af úlfinum og fjalla það hérna klassísku barnasögu, Grísana 3 og stóra ljóta úlfinn. En þessi saga er aðeins öðruvísi. Hún segir okkur söguna frá hlið úlfsins, en eins og við vitum þá er alltaf 2 hliðar á sama peningnum. Njótið vel. Nú ætlum við í 7. bekk að sýna ykkur leikritið söguna Stóra úlfinum og Grísinu 3. Krakkar, og þeir sem ég að teljast fullorðnir, hafið þér söguna af úlfinum? Rétt er þau ykkur sem kannast að söguna. Já, þetta grunaði mig. Það eru nokkuð það inni sem kannast við þessa sögu. En núna við þessi leikriti ætlum við að sýna ykkur hvernig þetta var sem þið raun og veru. Margir vilja meina að úlfurinn hafi verið vondikallinn. En núna fá þið heyrði úlfsins í þessum máli. En í raun og veru voru úlfarnir 3. Úlfapappinn og strákurinn hans 2. Jæja, byrjum nú á þessari sögu. Grísirnir 3 voru nýfluttir að heima, sem var það frekar skrítið, þar sem þau voru allir konur á fertugsaldurinn. En kíkjum nú á þessar bacon-klessur. Ekki með þig, sæti vísi. Og það eru duglegir strákar að byggja okkur út og flutta heima. Það var dásalegt. Ekki mamma og pappi að skamma okkur, ekki mamma og pappi að skipa okkur svo enn snemma, eða banna okkur úr tölvunni. Svo er ljóðvölurinn hverfi sjálfur. Ég þarf hann að fara heim. Doktorfullur er að fara að byrja og ég er nýbúin að kaupa 52 tóma flatskjá. Núna eru grísirnir 3 farnir heim til sín. Og ég segi nú bara, sem betur fer, þeir eru svo montir og leiðilegir. Nú er kominn tími til að sjá hvað úlfurinn er að bralla. En mér langar að minnst á eitt fyrst, að úlfurinn á afmæli. Þannig að við ætlum að klappa rosalega vel fyrir honum þegar hann gengur inn á svið. Ég heiti Alexander Bond Úlfur, en er oftast kallað Lexi. Þetta eru synir mínir, þeir Jón og Hákon, oftast kallað Nonna og Konni. Mamma var búin að bjóða okkur í afmælismat. Maturinn og mömmunum var alltaf bestir. Jæja strákar, bjóðum við. Þessir úlfar eru svo miklu mömmustrákar. Nonni og Konni baka laust á hurðina og æða svo inn. Amma, megum við fara í tölvuna? Sælistrákar, eru unglingar alveg hættir að bjóða góðan daginn. Lexi, þú eru að kenna þeim alveg kurteisi. Þegar ég var unglingur voru krókar roskjaldir fyrir að vera ókurteisir. Já, ég veit ég alltaf að reyna. En elsku rúsínir strákur minn, til hamingju með daginn. Til hamingju með daginn, Rósi. Takk, fæ ekki pakka um köku. Auðvitað Lexi minn, hérna er pakki. En ég gaf þér pakkan hennar köku. Ég á engan sykur og ég veit þú ert ekki sykurlausu köku, er það? Þú hefur nú varla gott af köku. Nei, oi. Getum við strákað ekki bara að fara og fengið lánað sykurlausu? Það er engin afmælsdag þess að köku. Og strákað við núna sykur. Lexi og strákarnir fara nú út í leit að sykri. Úlfurinn kemur að fyrsta nágrannanum og hann var svín. Og ekkert sérstaklega gáða svínið að spyrja mig. Hver byggir sér hús úr strákum? En Lexi er kurteis og bakkar á dyrnar. Mamma, ég er ykkur heima. Hlustaðu þið, ljóti Úlfur. Ég er orðinn Dr. Bill. Úlfurinn var virkilega sár og reiður. Afsakaðu, við erum 3 ljótir úlfar. Konni slær til Nonna og segir hann að vera ekki hætta sér ljóta. Hættu þessu látinu, strákar. Það glemdist að segja ykkur að Grey Lexi er með rosalegt frjókornaðana mig. Djöfull klæði mig niður með þér. Atjú! Við þennan rosa snerra fauk húsfreyðin koll, enda svo sem ekki við öðru að búast að stráðhúsum. En í miðjum rústunum lá grísinn hreyfingarlaus. Lexi byrjaði strax að hafa með púlsinn og hóf sér hjartað. Nonni og Konni horfðu bara á og boriði nefið, en allt kom fyrir ekki. Grísinn var steindauður. Ha, 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 ha. Nonni og Konni horfðu bara á og boriði nefið, en allt kom fyrir ekki. Grísinn var steindauður. Að sjá svona fullkomlega góða grísateik liggja þarna á jörðinni var bara ómikið fyrir það. Þannig að þau mistu sig gjörsamlega og hámuðu grísinn í sig.
segja krakkar, ef einhver myndi bjóða ykkur pítsu, hefði bara sagt nei. Var það mér að kenna ég sem frjókunarnámi? Pabbi, við erum enn eftir að finna sykur. Þeir halda fjastað til næsta nágranna, sem var líka svín. Ég meinti grís. Þessi grís hefur nú verið aðeins gáfur en hinn. Blessuð sé minning hans, þar sem hann byggði húsið sitt úr spýtum. Bank, bank, er einhver heima? Farðurlegu Dúllur, ég er upptekinn, ég er búin til heima gert nýðsmjög. Ó nei, Nonni og Konni eru báðir með svakalt nötuðanri. Og eftir þetta rosalega ónumkast, lá grísinn hreyfingarlaus í miðju spýtnæðingunni. Ætli að sé einhver hjartasjúkdómur í þessari grísætt. Steinalag. Eftir misjafnlega líkurtilraunir stóðu þeir upp og horfðu hver á annan. Pabbi, kennarinn okkur er alltaf að segja að maður eigi ekki að leyfa mat. Já, það getur mat á stofun. Nú já, við kennarinn ekki að segja. Þeir háma þá beikoninn í sig. Ég myndi grísnum og standa svo upp alveg að springa. Þeir eru svo sattir. Lexi og strákarnir voru náttúrulega frekar pirraðar á öllu þessu ofnæmisvesinni og ekki voru komið með neitt sykur í afmæliskökuna. Mér langar svo í afmælisköku. Þó svo ég segi það baksettur eftir aftur að grísa á þetta. Lexi og strákarnir röltu því að síðasta nágrannum sem var augljóslega gáfasta svínið. Því að hann hafði byggt sér. Snóa, hvað er þér öllum við? Ég fann að hrifku í þessu sendur. Mamma, er einhver heima? Okkur vantar að fá lánaðan sykur fyrir ömmugömlu. Amma ykkar getur farið rass og rógur og ef þið snáðu ykkur ekki burtina, ljót úlfar, þá hringi ég á lögregluna. Pabbi, grísinn kalla okkur ljóta og svo sagði hann að Freyji amma ætti bara að fara í rass og rógu. Sann hvað? Skal kenna sér bjegt að skrísasteik að svona tala maður ekki. Þetta kallaði dónaskap þegar ég var ungur. Nú blésu þeir allir þrír af öllum kröftum á músturinn á sig. En ekkert gekk. Lexi reyndi með þess að sparka upp hurðinu og hann var svo reiður. Nú hringi ég bara á lögregluna. Áður en hann á að flýja kemur lögreglan og handtekur á staðnum. Þið takast þú í grunnstóra. Já, herra. Hugsi ykkur að vera handtekinn út einu bolla sykri og smá ofnæmiskasti. Næst einhver afmæli ætla ég bara að fara í bakari og hella og kaupa köku þar. Næst á svið eru nemendur 8. bekkjar með frumsami leikrit sem heitir COVID-jól. Það fjallar COVID, sóttvarnir og mikilvægi þess að hlýða víði. Góða skemmtun! Þið eru stödd í Grýluhelli.
fannstu kötturinn drein í hendurna okkar bílar mín? Hann ekki bara með rottu blessa órganadýri. Rottur? Slaka á, skipaðu. Það er bara minkur. Ertu vissúður? Þú veist ég þoli ekki rottur. Ég held að minka sér nú í skarðið skilkarverð. Mér sýnist nú ekki vera mikið líf í þessu kvæði lengur. Það er varlega drengir mínir. Ég veit ekki hvaða sjúkdómar sem skepnur bera með sér. Hvað er það að gera með hann? Hentu hann út. Já, kemur með, hentu hann út. Björn Bekkar ekki, gerð þú það? Stúfur, skammar þú af mér? Af hverju ég, bara fyrir minnstur, svo er látin að gera allt. Ég er upptekið að skapa matarvegunar á sér pönnu. Þið eru meiri auðminn líður vatnið sem þig. Alltaf erum að gera sjálfur. Þessi minkreikni með vandra í hendum okkar. Það var það sem Leppalúði hélt. En vandamálið sem minkurinn olli voru hvergi nærri búin. Stuttu síðan veitti stúfugreið, fékk hita og þurran hósta. Mamma, mér líður svo illa. Elsku litla englafossarinn, mamma er að koma með kaldan bakstu hugurinn. Stúfu var hansi feikur. Feikur? Já, svona feikveikur platfeikur skilur við. Hann er ekki að hann til dyrta á morgun. Ég er ekki feikur hlöðaskell, hægt að segja það. Mér líður rosalega illa. Þetta er eftir stansið hlutin daginn. Ég sagði þér að fara varlega ekki verið minn. Þú áttir ekki verið að sleika svona af pönnunni eftir að minkurinn hafi verið. Það er bara hreint ekki góða sóttvarnir. Ég hef ekki verið veikur í árhundruð. En það er ekki alltaf inn lýsi. Ég er ekki lítill mömmusaga, hægt að segja það fyrir mig þegar. Bræður, hættu þessum stökkum. Það var endalaus vitleysið í gangi hérna, herðu. Slagsmálaflóttanir urðu allir veikir og því var það aðeins Hurðarskegglir sem satt uppi með allar skógjárnar og framlæði til byggðar. En enginn hafði það eins aumt og greið skeirgáfur. Þvílík bögar. Hvað ertu að emja þetta, drengur? Óréttlæti heimsins á sér engin takmörk. Hvað er afgreið gangur minn? Ég finn ekki að bragða skýrinu mínu lengur. Ég er bara alltaf enga list á því. En þetta er nú ljóta ástæðinu ykkur. Hér sitja allir veikir og veskalegin en hugastinu fræði sér út. Alltaf er kæruleysun yfir. En þetta er ekki venjulega þokkabest, mamma. Ég man ekki eftir því að þú dýrka mér að nátt til að missa matarlistina. Þú hafið hljóið að þú setja fréttina. Til landsins hefur borist stökkbreytt afbrigði af COVID-19 vírusum. Talið er að hann hafi komið með dönskum gæluminkum sem fluttir voru ólöglegar til landsins. Einum minkana virðist hafa verið rænt úr búri sínu í síðustu vikum, svo ekki er vitað hvar sá er niður kominn. Ef fólk verður á vegi hans, er það hvatt til að hringja í lögregluna, en ekki undir nokkrum kringumstæðum að koma nálægt skepnunni þar sem hún er bráðsmitandi. Ölva, skapinni.
Þá komum við að síðasta leikriti kvöldsins, en það frá leiklistarinu. Það er frumsami leikrit sem heitir Þín eigin jólasaga. Leikritið fjallar þig og þú ræður hvað gerist næst í suðunni. Þú getur lent í miklum vandræðum á jólunum. Spennandi, ekki satt? Góða skemmtun. Þín eigin jólasaga er bók um þig.
velja rétt eða rangt, heldur hvað þú myndir gera. Farðu samt varlega. Jólavættirnir geta verið stórhættulegir. Á einni blaðsíðunni getur beðið þín ótrúlegt ævintýri og annarri hræðileg örlög. Allir slagir, þetta nú bara bók. Desembermánuður tími snjókarla, piparkarla og heitra kaffibolla og jólavætta af ýmsu tagi. Allan heim má finna ólíka jólatengdar verur sem láta skyndilega á sig kræla vikurnar fyrir jól. Sumar gefa gjafir og aðrar geta verið ógurlegir prakkarar. Og enn aðrar eru hreint út sagt andstyggilegar. En meira af því síðar. Andstyggilegar? Er þetta ekki bara gamlir góðlegir kattar sem gefa börnum í skóginn? Hvað er svona andstyggilegt við það? Við skulum byrja. Þú vaknar skyndilega upp við væl í uglu. Hú, hú, hú! Ég átta mig á því að ég er ekki í rúminu heima hjá mér, heldur í dimmum og drungalegum skógi. Ég geng áfram eftir kryklóttum göngustíknum. Þar Þú ert að babla að þau sjálfa það bara. Hver er það? Ég er þar. Hvað ert þú vel hingað? Ég bara veit það ekki. Ég var bara sofandi í rúminu heima hjá mér og svo vaknaði ég skyndilega upp í einhverjum skógi. Hver er þú? Ég er einhver merkileg barn. Gamalt hrá og eilur þrautagöngu. La Befana er nafnið. Befana? Ég heiti þig. Þú er ítalskar nafnin sem gefur börnum gjafir. Norn! Ég er ekki Norn. Hvað dyrfst að kalla mig Norn? Nei, ég ætla ekki að móta þig, en þú flýgur á kústi, er það ekki? Kann það að vera ég nýti með kústinn til þess arna. Ef ég er ekki að sópa sér til. Aldrei valferð á því að sópa. Já, satt segir þau. Ef við höfum lítið að gera, þá er herbyggið mitt til þetta ansið skítur þessu stundina. Þú er ekki margt og mikið að gera. Jólun er að nálgast og mörgu sem þarf að sinna. Já, en veistu nokkuð hvað ég er? Þú ert hér? Já, ég veit það. Eða ég held það. En ég veit, hvað er hér? Við erum vitar á krossgöfrum. Svæði sem jólaættir heimsins koma og undirbúa komandi átök. Komandi átök? Hvað? Þau voru á slagsmálu, villi kérkjóð sem bumkrækist. Þeim segist ekki kvísina eitthvað. Allir eru undirbúa sig fyrir jólinn. Óbæru þær gjafir við stuttum og þæguböndin. Og þau óþekku? Eitthvað verður það í þá? Já, hvað fá óþekkuböndin? Það er svo meðið sem. Við erum jólaætturum. Við segjum það bara stilt og þæg. Komumst bara aldrei að því. Já, en veistu nokkuð hvers vegna ég er hér? Þú ert hér. Þetta verður nóg. En meðan ert hér, er ekki kannski bara sniðt að kíkja og kynnast jólaættir heimsins örlítið nánar? Jó, það hljómar þetta bara ágætlega. En farðu bara varlega. Þeir eru ekki allir sem eru sér. Já, ekki máli, gamla mín. Í hvað fer ég? Nú komum við þér að velja. Ef það er gríðhefli og sem hvað gríla leppalöður að gera, verður til hægri. Ef þú veist veitum hvað hennir almarinu Jóhannesar er aðalast, verður til vinstri. En ef þú veitum hvað frá Petra er aðalast, verður beint áfram. Ég kannast þó við gríla og leppalúða. Og eitthvað hef ég heyrt þessa Jóhannesa sem eru víst algjörir prakkarar. En hver er þessi frá Petra? Það var bara einlega að býta. Þú hugsaði vandlega Ætlar þú að velja jólavætti sem þú þekkir ágætlega til og væri mjög spennandi að sjá í návígi? Eða velur þú óvissuna? Ef þú vilt heimsækja Grýlu og Leppalúða, ferðu á blaðsíðu 12. Ef þú velur jólanissana, ferðu á blaðsíðu 48. Ef þú velur frá Petra, skoðastu beint áfram á blaðsíðu 112. Vandaðu valið, því ein röng ákvörðun getur haft hræðilega afleiðingar. Það munar ekki grammatíkina. Þessi þýska frú Petra hljómar bara frekar spennandi. Já, ég held ég fari bara beint áfram. Hæ.
upp abdómin og rífa út í æðuverði og koma fyrir hálsstráðum og sauða sig saman. Það er gott að hýra upp lífi. Hvernig sjúkum hafið þið á hann? Nei, Þetta Sælir nú! Að þau fiska frá Perta er bara freka creepy. Ég held ég spólum bara aðeins tilbaka og kíkja í grílaðefni. Eins skuggulegur að jólakötturinn er, það er nú bara kettlingur með þennan brjálæðing. Bíddu nú, var það ekki blaðsíða 12? Hvert er ég komin núna? Új, ógeðslega lyktilegur inn í þessum helli. Lyktar eins og skítugir sokkar og eggjaprumm. Hver fer það? Lepparóði? Ert þetta þú, aumi garmurinn? Hvar ert að fela þig núna? Hver ert þú og hvað ert þú minn helli? Sælustu Gríla. Ég átti bara að leiða þetta framhjá og ætla að tökka þig við að fara með þetta leppalúða. Já, sá aumi letigarmur hefur ekki látið sjá sig í marga daga. Það var komið að árlega jólaþorfinn hjá honum og svo þegar ég var búin að fylla balan af köldu regnvatni var hann bara horfinn. Ég er nú orðin ansi áfæll yfir þessu. Hvað ef eitthvað hefur komið fyrir mannfýluna? Ég myndi aldrei fyrir honum það. Ég skil. Viltu að ég hjálpi þér að leita? Ég hef alltaf verið góð við feluleikjum. Ef hjálp minn stað þá var örugglega enga stund að finna hann. Stattu þá ekki þarna eins og þvarakrakki og byrjaði að horfa í kringum þig. Við höfum ekki allan daginn í þetta. Leppalúði! Hvar skyldi leppalúði fela sig? Aha! Fundinn! Új, ógeðslegi flikurinn er af þér og ég sé hérna lyktin að Grýlu væri slæm. Þú mátt ekki segja hvað ég er. Ég hata fyrir að fara í bað. Hvaða smá jólaþóttir hefur nú aldrei skadað neitt? Jú, ég er búin að vera hörðum höndum að ná þessar lykt. Og svo bara hafa mér á svekki. Meiti báferð. Leppalúði! Hvar ertu bánsettur skítablesi? Hún er að koma, ekki segja hvað ég er. Gerðu það. Og þá komið þér að taka ákvörðun. Ef þú vilt hjálpa leppalúða að fela sig, farðu þá á blaðsíðu 56. Þú ætlar að segja til hans, farðu þá á blaðsíðu 232. Þú vilt fela þig með honum, farðu þá á blaðsíðu 152. Það er góð spurning. Það var svolítið fyndið að sjá Grýlu fleygja honum í balann. Veitti nú ekki að ég að skrúbba karlinn duglega eins og hann líktaði. En er ekki það eins gaman og að hjálpa honum að sleppa við baðið? Og er ekki ennþá vel að fjöra að sjá hvað gerist ef ég ákveð að fela mig hliðina á honum? Og svo hvað Grýla tekur upp á þá? Býttu nú, 152. Eru kallið minn, ég var nú að pæli bara að leggast þarna hjá þér og fela mig með þér. Já, hvað sem er, bara ekki segja hverju. Sæli, nú þessi lykt er alveg hrottalega leppalúði. Það væri kannski bara prýðis hugmynd að fara í bað. Þú lokast út af vegna eiturguðanum sem stígar frá grautfúlu leppalúða og nærði ekki andan aftur endi. En því að grínast, átt enda svona. Ég hef alveg fundið súra svitarinn í tíundabækjastofunni eftir íþróttatíma og þetta hefur verið next level dæmi. Og hvað? Sæði bara búinn. Það tekur svo sem ekki eftir og við fletta það tilbaka. Það kannski bara hjálpa honum þetta sinn. Ég skal hjálpa þér, en þú mátt aldrei segja Grýlu frá þig. Mér hryllir við að hugsa hvað hún myndi gera ef hún kæmi stæði og svikið hana. Þú getur treyst mér, stúlka góð. Ég er ekkert, ef ekki heiðursmaður, sem stendur við gjörða samninga. Flott, það var samþykkt. Hefur nokkuð komið auga á hann leppalúða minn? Nei, veistu það Grýla? Ég held hann hafi bara brugðið sér að bæinn. Kannski til að fjárfesta jólagjöf fyrir kellina. Eitthvað boða Rómó. Þú veist hvernig hann er. Já, ég veit hvernig hann er. Og svona Rómó þvaður er ekki til í hans orðaforða.
Ef að ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að þú værir að leyna við einhverju. Nei, Grýla, það myndi ég sko aldrei gera. Guðfremillinn, þarna ertu þá óbernið þitt. Þú ert á leiðinni í banan og ekkert múður með það. En þú færð að sjá að þeir sem reyna að plata Grýlukerlingu ætlað aðeins annars konar baðferð. Nei, Grýla, leiði mér að útskýra. Þú enda sem bragðbætir í kjötsúpu sem Leppalúði gæði sig eftir bæðið. Endir. Þú trúir sig ekki. Þá er bara einn möguleiki eftir. Að segja Grýlu eitthvað til frá Leppalúða. Sámu fá að finna fyrir því. Sorry, kæra Leppalúði, ég þori bara ekki annað en að segja Grýlu hvað það var. Nei. Grýla, ég fann hann! Krakki brjáni! Hvar er manngarmurinn? Hann er að baka bakkan og fjalla sig. Ég held að hann vilji bara ekkert fara í hátíðarbæði, Grýla mín. En trúðu mér, hann þarf sko sannarlega á þér halda. Guðfremillinn, þarna ertu þá lúsablesið. Afstaf! Þetta skal fá borga, ormurinn. Sussus! Vatnið er ískalt og gott. Ég er þegar búin að baða jólagrötinu upp úr því og núna er hvernig flóð að finna á pikinu. Leppalúði var alls ekki sátt með að hafa sagt Grýlu frá felustaðnum hans, en þú komst þær niðurstöðu að betur var að hafa Grýlu góðan. Hver veit hvað hann hefði tekið upp og það hefði ekki sagt frá honum. Ég veit hún hafði haft mig í jólamatinn, betur að segja en þeim sem mamma segir um það. En þú kom samt 3 tilraunir. Hvað það? Nú með þér að velja aftur. Ef þú ætti staldra við og fylgjast með Leppalúða og fara í jólabæðferðarblaði 787. Nei, takk. Ef þú ætti ganga lengra en í dimman hellinn og aðtóka hvort þú finnir nýju jólavætti fyrir að blaði 74. Já, takk. Jæja, inn fyrir ég. Það var sem frekar fínt og drungalegt hérna. Hver er það? Vá, það er alveg magnað hvað hugmyndir af því geta alveg farið með það. Nei, þetta er ljósráðvegurinn. Róli Snærós, þetta er bara bók. Hinn ógurlegi austurríski jólavættur Krampus stendur fyrir framan í fullum skrúða. Ef þú vilt hlaupa í burtu, fletta á blaðsíðu 45. Ef þú vilt tala við þeirra fyrir framan skaltu fletta á blaðsíðu 370. Ég veit ekki alveg hvað ég gera. Eða þú er að gera. Ég heldur fyrir hjálp. Hei þið, eru þið til í að taka þessu ákvörðun fyrir mig? Viljið þið réttu upp hönd og segja mér hvað ákvörðun ég á að taka? Réttu upp hönd ef ég á að hlaupa í burtu. Réttu inn upp hönd ef þið viljið að ég tala við Krampus. Ok. Við hvað ætti þessu sem var hrætt? Þetta eru bara bóka fyrir allt saman. Hallóa! Blessaði Krampus. Spennir norðan rafmagn yfir jólahátíðinni. Krampus. Hvað ertu að gera með þennan poka, Krampus? Krampus! 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 Gleðileg jól, Kvöldsögur.
Já, þetta var lagið Happy Xmas eftir John Lennon. En þá er þessi jólasýning á enda hjá okkur í ár. Vonandi hafið þið haft gaman af leik og söng. Takk fyrir okkur, hafið það gott yfir hátíðina, gleðileg jól.